Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að taka næsta hálftíma í að ræða það sem að okkur Íslendingum finnst hvað skemmtilegast að ræða. Veður og sérstaklega gott veður eins og núna er. Ég hef lesið mér til áhuga og gamans blogg og statusa, alls konar skrif, veðurfræðinga sem annarra, þar sem að þeir hafa verið að fara yfir þessi hlýindi sem eru nokkuð mikil og gaman að þau eru núna eiginlega svona yfir mestallt land, þannig oft sem að bongoblíða í minni heimasveit til dæmis fyrir norðan þýðir leiðindaveður í Reykjavík eða öfugt, en núna er svona einhverjum lífsgæðum í veðurfarslegu tilliti dreift af meiri jöfnuði heldur en oft áður. Og ég fór í sund í Vesturbæjarlaug í gærkvöld, hún var algjörlega pökkuð og það voru allir að tala um þetta dásamlega veður og það voru flestir að bera það saman við sumarleysuna í fyrra. Þannig að ef ekki bara nota tækifærið og heyra hvað einn góður veðurfræðingur hefur að segja um stöðuna. Hingað er kominn Trausti Jónsson. Velkomin Trausti. Takk fyrir. Það er alltaf gaman að lesa þig á vefnum, þú ert með þína hungurdiska og ég sá Einar Sveinbjörnsson í gær vitna til þinna skrifa og það var til dæmis met sem féll í gær á Akureyri. Já, hann með þessi met að maður finnur svona pínlítið mæðu yfir þeim á góðum sumardegi jafnvel. Af hverju? Það fyrir allmörgum árum þá bjó ég til, ég tók ég saman lista hæsta hita sem mælst hefur á landinu á hverjum almanaksdegi ársins. Þannig að það svo dagur met og ástæðan var nú kannski fyrst og fremst sú að þetta mjög algengt í fréttum utan að vera að setja alls konar slík met. En svo þegar maður fer að svona athuga málið þá kemur það í ljós að það svona eðlilegt miðað við það gagnamagn sem að við erum með hér á landi að það falli svona það bil 5 hámarks landsdægur met á ári hverju. Já. Það bara ef algjörlega tilviljun réði. En það hins vegar talsverð áraskipt af þessu. Í sum ári þegar það eru hlý ár þá falla nú fleiri og í köldum árum falla jafnvel engin. Þannig að það er svona skipti. Og það hafa fáein slík met fallið á þessu ári, ekki neitt afbrigðilega mikið samt. En dagurinn í gær var einn af þeim. Og það var kannski dálítið skemmtilegt að það féll eiginlega líklega elsta dagurmetið þegar það var það hafði staðið sína plikt alveg frá árinu 1889. 1889 og var norður Eyjafirði. Og að vísu getum við náttúrulega efast nákvæmni þeirra mælingar. En af því að þessi dægurmetabrasi ég líta á hann fyrst og fremst sem svona íþróttamót. Það er ágætt eins og svipað eins og núna er orðið korfubolta og knattspyrnu menn eiga alls konar ekki bara mörk heldur talið alls konar að grípa frákost og hvað þetta heitir allt saman. Og þetta er svona hluti eiginlega af þeim brasa. Meðan að kannski mánaðar meðalhiti eða þá að þegar eitthvað stórt gerist á mjög mörgum stöðum, það er svona meira marktakara. Þá dettur mér í huga að þeir finnir samfellan núna áhugaverðari heldur en einstök. Já, og það er svona en það er svona áhugavert líka, svona dálítið svona dagurinn í dag, hann auðvitað, það
komið nýtt dægurmet nú þegar fyrir daginn í dag líka, sko. Kannski rétt að taka það fram að klukkan 12:20 á hádegi þegar við ræðum saman. En sem að, og í þessu tilviki þá finnst mér þetta nýja dægurmet, finnst þetta pínlítið sorglegt. Segðu okkur frá þessu. Já, vegna þess að 14. maí árið 1960 þá mældist hiti hér í Reykjavík 20,6 stig sem svona mjög óvenjulegt náttúrulega og þá sú tala, hún hefur sem sagt allan tíma núna í 65 ár staðið sem dægurmet fyrir 14. maí. Svo eina talan sem Reykjavík á þessum lista. Og ein af sárafáum tölum sem að Suðvestanverðlandið á þessum lista, það yfirleitt því þetta fyrir norðan eða í þetta allt saman. Og nú þetta tekið burt með ofbeldi maður segir. Þannig þetta svona með svona ákveðinni sorg í huga, sko, sem bara horfir á þetta. Já. En sko, ég held ég hafi séð þetta sko, semst hitinn í gær varð staðfest 21,7 á Akureyri. Já, nú náttúrulega... Sem náttúrulega mikill hiti á þessum ástíma. Jú, það óvenju mikill hiti á þessum ástíma en það samt þannig að sko að hiti kemst í 20 stig einhvers staðar á landinu í meira en öðrum hvorum maímánuði. Já. Og síðustu 10 árin hefur hiti komist í 20 stig í 8 maímánuðum, sko, af 10. Þannig að það var... En oftar seinna en núna, það ekki? En oftar seinna í maí heldur en núna, það nú bara 14. í dag? Jú, það er náttúrulega oft bara á 1, 2, 3 stöðum, en núna það á fleiri og það þarf það sem að þarf að svona grafa þess lengur til að finna út svona svipuð tilvik og núna, en mér alltaf pínlítið illa við að vera með svona fyrirfram uppgjör á hlutum. Jú. Ég finnst eðlilegra að merkisatburðir séu gerðir upp eftir að ég gerast heldur áður, eins og þetta aldrei tilhneigi í fréttum og tímas. En ég get samt sko fundið sko keppinaut þessara daga sko. Sem þarna var frá árinu 1987. Já. Og þá... Ég man eftir því sumri, það var alveg gríðarlega gott. Þá var gott sumri, og þá komst hiti í 20 stig einhvers staðar á landinu í 7 daga í röð í maí. Og ekki bara það heldur, komst það yfir 20 stig á mjög mörgum stöðum sömu dagana, sko. Þannig að það var, en aftur á móti var það viku seinna heldur núna. Já, viku seinna. En sko, ein ástæða þess að ég kallaði hingað í þetta stúdíó til að ræða góða veðrið sko, manni hitna nú þegar maður alltaf heyrir eða les það sem Einar segir að Sveinbjörnsson fyrrnefndur að spá Veðurstofunnar bjóði enn betur en hans vefur blika og hans sagði í morgun að það mætti svo ótrúlega tölu 25 gráður í kortunum á laugardag, þá á hann við Austurland og reyndar þegar betur aðgætt 26 gráður síðdegis samkvæmt spákorti. Væri þetta ekki alveg, þú segir náttúrulega núna... Jú, en metið sem við eigum við sko, fyrir maímánuð 25,6 stig. Og jú, það sko nú náttúrulega öðruvísi stöðu heldur við vorum þarna fyrir 30-40 árum að því leyti til að þessar stöðvar sem að mæla eru miklu fleiri heldur það voru þá. Og það eitt og sér eykur
líkur á því að við svona hittum í rétta staðinn, sko. Já. Þessir, en það er auðvitað alveg mögulegt að við fáum þarna nýtt mæmet sem að en gamla mæmet semst frá 1992 Vopnafirði. Já. Og en það er svona, eins og ég sagði, sko, þá er svona ástæða til þess að svona bíða með slíkt, sko. Já. Og það er að lýsa því yfir. En auðvitað hérna er þetta saman með, sko, íþróttamótin, sko, og það er svona spennandi keppni framöndan, sko. En þessi keppni er sko íþróttamannslegri heldur en stundum áður, samanber það sem ég var að nefna í inngangnum, að við erum öll að fá frekar gott veður, hvað sem við búum núna þessi dagana. Já, það er samt náttúrulega einhverjir staðir sem að hérna sitja eftir. En svo er sko allt í einu komin upp áhugi sko á líka öðrum metum, sko. Það er orðið auðveldara núna að til dæmis að búa til met fyrir að spyrja, sko, hvað er hlýjasta nóttin. Já, einmitt. Og hérna þannig að ég sko neyddist til þess að gáa því, sko. Já, þú gerðir það. Og hef gert það. Og ég skrifaði nú eitthvað það á bloggið fyrir nokkur dögum. Já. Og þannig menn svona átti sig á því, sko, þegar sjá tölundar út á hvað er marktækt og hvað ekki. Já. En trj.is. Já, það er hérna semst á blogginu, Ungudiskablogginu. Já, er ekki verslun TRJ? Jú, það er hérna, ég man ekki, það er ekki TRJ, það er blogg TRJ, það er morgunblaðsbloggið. Einmitt, akkurat. Morgunblað hefur verið svo samlegt að sinna mér alltaf þennan tíma. Já. Og einmitt. Og svo, já, þannig að það er, og málið er það að það er eiginlega nánast í flestum veðurstöðum eða aðstæðum sem má reyna að leita upp einhver met, sko. Já. svo mikið af metum, eins og ég segi, eins og hérna frákostin og stóðsendingarnar og allt þetta, sko. Jú. Þá ertu búin að breyta þér í íþróttafréttamann. Já, hérna. Að leika 7 sinnum í appelsínugulum sokk með gati við litlu tá. En sko, það er nú margt sem að mér finnst gaman að hérna grúska í, það er margt þitt grúsk. Margt af þínu grúski hérna hefur mér fundist gaman að skoða og af því að tungan okkar er nú hérna mörgum okkur hugstæð, ekki síður en veðrið, þá fannst mér áhugavert þegar hérna þú varst að vitna til þess að þú hefðir grafið upp einhver texta frá 1890 og þar sagði að veðrið hefði verið frábært. Og ég hugsaði með mér frábært, var veðrið frábært í annálum árið 1890. Ég hefði haldið að það orð hefði bara kviknað í Garðabæ fyrir nokkrum árum. Það var ekki frábært nema í Garðabæ eftir 1970, sko. Nei, þetta er náttúrulega eitthvað gamalt orð, en ég er náttúrulega engin sko orða sagnfræðingur. Og svo var maður náttúrulega líka pínlítið passa sig að orð náttúrulega breyta pínlítið merkingu, sko. Já. Það er eins og þegar maður er að lesa fornsögurnar, sko, að það er allir þar sæmilegir og það er gert sæmilega, hann tók sæmilega á mótornum og svona og okkur finnst þetta nú svona kannski ekki dvoðalega. Nei. En við vitum að við þurfum að vita annað, sko. Já.
En gaman að sjá samt að hvað sem það þýddi þá hafði ég gaman að því að menn væri að tala um frábært veður árið 1890 og þá var svo mikil gróður á þessum ástíma og allt var svo yndislegt og mér var hugsað til þess að þetta vor núna sem að mér finnst alveg frábært. Jú. Að ég fór að velta því fyrir mér hvort nú þið sko réttlæti. Í fyrra var náttúrulega sumarleysa, frekar leiðilegt veður. Og núna fáum við svona fínt vor og nú fer maður að stað, nú fáum við bara alveg frábært skeið. Já, allt sumar. Það sem var svona kannski óvinnilegt í fyrra var að þetta svona var svona dauft land allt. Það var ekki bara hér á Suðvesturlandi, heldur líka fyrir norðan. Það var hvergi skjól að finna? Nei, það var svona heldur dauft. En hlýindi núna náttúrulega í sjálfu sér tryggja ekki eitt eða neitt, sko því hærri sem hitinn verður núna, því líklega að þetta verði hæsti hiti sumarsins. Já. Og þannig að halda mér á jörðinni alveg með það. Sko. Og því að það hefur komið fyrir að maíhiti hefur verið hæsti hiti sumarsins. Já, það? Já, en það hlýtur að vera sjálfgert. Við skulum aðeins svona passa okkur. Já, ekki jinxa þessu eins og einhver sagði. Nei. Það var einhver bæjarstjóri sem að bað kollegaðinn Sigurð að hætta að spá þegar hann fór aftur að segja að sumarið frábært og þá var vitni til þess að hann hafði sagt í fyrra vor að sumarið 24 yrði alveg frábært og þannig að þetta eru tilfinningamál hjá sumum að það er náttúrulega, ég lærði það nú ungur sem veðurfræðingur að maður ætti ekki að hringla með spár. Já. Ef maður hefði ákveðið eitthvað þá yrði því bara haldið þar til að þannig að ef maður er að hringla þá er alveg víst að maður nái verri árangur heldur en að maður sé alltaf með það sama. Já, og góð spá í huga ykkar veðurfræðinga, það er spá sem rætist. Já, það má segja það, sko. Já, það er svona, það merkingamunur frá því sem almennt er. Já. Og spá er svo sem rætist. Einmitt. En viltu eitthvað útskýra fyrir okkur, til dæmis, þetta eru óvenjumargar sólarstundir sem maður hefur upplifað núna undanfarið og Þær nú ekkert mikið bara frá meðalag. Það er ekki merkilegt, sko. Þetta er aðalega hitin og meira að segja þetta í Reykjavík, sko, að ef við lítum á landshlutana núna í maímánuði, að þá, og bara síðust 25 ári, þar sé þessa öld, þá situm við hér í Faxaflóa á Suðurlandi sko, í 9. sæti af 25. En allt norður- og austurland í 1. sæti. Það munar því og meðalhitinn í Reykjavík hann er svona rétt ekki komin upp í 7 stig í maí, en hann er aftur á móti var í eftir daginn í gær, þá var maíhitinn komin upp í 8,8 stig á Akureyri og maímetið, sko, meðalhitametið er 9,4 stig frá 1933. Reyndar svona, pínlítið vafa sem tala, en hún fær nú samt að standa og það er svona hann er náttúrulega ekki nema hálfu mánuðurinn búinn, sko, þannig að hann er kannski full djart að tala einhverja stefnu, einhver met þar, en það er vissulega möguleiki og það væri mjög óvenjulegt að sjá 9 stiga maí, sko, þannig að það er ekki það er nú miklu merkilegra heldur en þetta dægurmet þarna sem vorum að tala áðan. Og svo náttúrulega á Reykjavík eftir að halast eitthvað upp. Hér svona, eru bestu maímánuðir, þeir eru svona 8 stigum og það vantar hins vegar talsvert upp á það svona, eða maður svona, jú, það er möguleiki, en þá þarf að svona slá dálítið í til þess að það náist. Og svo er líka annað að það kemur í ljós að sko meðalhiti
ársins, sko, það sem af ári. Hann líka óvenju hár. Það ekki bara, jafnvel þó að, sko, janúar hafi verið kaldur, sem að svona, já, dálítið þungur bakki að bera, og þá hafa allir mánuðinni febrúar, mars, apríl og það sem af maí verið mjög hlýir og þannig að við erum komin upp í, sko, fyrir þennan tíma ársins, þá erum við komin upp í, sko, upp fyrir 5. hlýjasta sæti og hérna og þarna fyrir norðan ef að maí verður svona hlýr þá förum við bara að komast í keppni við efstu sætin, sko. Einmitt. Þá álykta ég að endurnar mínar í Mjóasveitinni þær séu óvenju fljótar til að verpa, fyrst að það svona hlýtt á þeim núna. Þær halda náttúrulega oft í sér að það kalt vor. Það var náttúrulega hreint í fyrra og við getum náttúrulega, sko, við getum náttúrulega alltaf heikið svona hreint. Já, þá var það hættan. Það tekur ekki nema svona, sko, viku að undirbúa það. Það er náttúrulega getur skollið á einum degi, en það er nú samt þannig að með því góða yfirliti sem við höfum yfir stöðuna, sko, á norðurhveli, að þá sjáum við, sko, eina svona vissuleyti svona lágmarkstíma þar til að slík tréð getur skollið á. Og kuldinn sem alltaf liggur á norðurslóðum náttúrulega á þessum tíma árs, hann ekkert mjög nálægt okkur núna, þannig að það tekur hann jafnvel þótt að tæki strikið til okkar, þá er það svona nokkra daga verk að ganga þá leið. Er ekki bara sérstök ástæða til bjartsýni í ljósi þess? Jú, það er það, allavega núna næstu viku 10 daga, sko. En hann alltaf verið að spá einhverju kólnandi einhver tíman, sko, þessar spár er orðnar svo. En eins og, sko, Reykjavík núna, samkvæmt veður.is, þetta er nú svolítið magnað, sko. Það er bara 16, 18, 16, 15, 17 fram á mánudag í næstu viku. Já, í spánum. Já. Men við svona, fyrir mér er þetta alltaf bara spár, sko. Já. En þetta eru spár sem að hafa áhrif á fyrirætlanir okkar. Já, það er áhrif á okkur, sko. Og það svo allavega er gott að komast úr björgunarsveitarúningnum. Já, það er bara mjög gott. Og Akureyri náttúrulega bara með, sko, það er varla ský frá fimmtudegi núna og fram á mánudag og það eru hitatölurnar upp í 23 gráður samkvæmt þessu sama skema á veðurstofunni. Þannig að þetta er nú ansi fjörlegt og gaman að skoða veðurkortin þessa dagana, Trausti. Við skulum bara vona að hefnist ekki fyrir blíðuna. Já, eins og löngum hefur nú verið talið. Trausti minn, kæra þakkir fyrir að koma. Í þetta skiptið sér maður enga ástæðu til þess að ræða bláa blettin eða hamfara kulda því að maður er eldfljótur að snúast og nú erum við bjartsýn. Sólarmegin. Láta það vera í bili. Láta það vera í bili. En þátturinn er þá á endarunnin hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við minnum ykkur á það að ef ykkur líkar efni samstöðurinnar þá endilega takið þátt í að dreifa því á vefmiðlum eða annar staðar eða bara tala það og benda á að samstöðun sé til þegar þið hittið kunningja eða vini eða fjölskyldumeðlimi. Án ykkar eru við ekki neitt og ef þið hafið ekki gert alveg úr því að styrkja okkur þá minnum við á það að það er hnappur sem heitir áskrift á vefslóðinni samstöðin.is þar sem hægt er að taka þátt í því að eignast þennan fjölmiðil fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði. Nú svo erum við einnig í útvarpinu og ég veit ekki hvað og hvað, en þættunum er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.